Herra, ok, þá erum við komin hérna inn á GeoGebru og við erum búin að logga okkur inn og ætlum að fara hérna í teiningin hérna upp hjá þinu og fara í GeoGebra Classic og þá opnast þetta frábæra forrit. Hérna uppi getum við skrifað inn bara alls konar formúlur. Þannig að það sem þið áttuð að gera í kafla 2e var að teikna ferla sem þið voruð að gera í 2c. Þið voruð að gera hérna bæði verkefni með hallgerði og hérna með einhverja skrá sem voru að segja. Svo áttu að hringja í vinkonu ykkar, þessi starfgjaldi var 12 krónur á mínútu verið 8 krónur. Og já, þið áttu að teikna, minnir mig, ef við skoðum þetta í 2e, þá áttu að teikna C4 og C5. Og C4 var mínútuverðið og ef þið gerðu það rétt, þá fenguðu út formúlu eða stæðu sem að hljómaði upp á 12 krónur starfgjald plús 8 sinnum mínúturnar, þannig að 8x, og þá teiknar hann kostnaðinn og býr hann til hérna fallið fyrir okkur, eða línuna. Og nú getum við bara zoomað hérna út. Og við sjáum að lína verður svolítið brött hjá okkur. Ef við förum með músina hérna yfir x-ásinn, þannig að það kemur svona putti, þá getum við haldið shift-takkanum inni og teygt aðeins úr svo þetta verður fallegri. Ég reynda stilt með grindina einhvern veginn fasta, en ef við förum lengra út, þá getum við séð bara á myndinni. Ef við hringjum í 16 mínútur, þá kostar það hérna 150 krónur og svo framvegis. Hvað var annað? Jú, við áttum að hérna teikna ferilinn í C5 og bara skrifum við y sama sem 2x plus 3 og þá teiknum hún þá línu hér. Ég ætla að sýna hérna eitt bara ef ég fer á teikniborðið og fer í stillingar, þá get ég ákveðið að hætta að var ekki einhver stað með hérna fast? Nei, það verðist ekki vera. Já, hérna. Ég ætla ekki að festa fjarlægðina í einum og einum. Þetta er betra. Þá sér maður þetta betur. Þannig að það skiptir ekki máli hvort þið skrifið y sama sem 2x plus 3 eða skrifið bara 2x plus 3. Þá bara teiknum línuna fyrir okkur. Þannig að þetta er það sem á að gera í GeoGebru og svona getið þið alltaf tjekkað línurnar ykkar af. Ef þið eru beðin að teikna línur, þá getið þið bara skrifað hann inn. Ok, svona á hún lítið út. Ok, hún lítur bara allt öðruvísi út í mér. Ég hlýt að gera eitthvað rangt. Ef þið viljið eiga það sem þið eru að gera, þá bara veitið hérna á hamborgaran og skrá og vista. Og þetta er bara eitthvað rugl. Vista það. Og ef við förum aftur inn á hérna heimasíðuna, þá undir profile er núna komið rugl. Allt sem við vistum fer bara sjálfkrafa þarna inn. Það getur við geymt. Og síðan getur sýnt hvernig þið getið deilt þessu með mér. Það er hægt að gera það bara beint með því að fara í sér og þá getur bara látið mig fá hlekkin eða við getum safnað þessu í bók. Það er eitthvað sem við gerum síðar. Takk fyrir í dag.